Sædís, ekki fara neitt, ég ætla aðeins að útskýra fyrir hinum hvað er í gangi. Hæ, allir. Þetta vídeo er sérstaklega gert fyrir Sædísi frænku mína sem heldur því fram að hún sé illa til höfð gömul kona, en málið er að hún er sko ekki gömul, þú veist, hún er langt innan með 50 og hún er glæsilegasta kona sem ég hef séð og mögulega fallegasta konan á Íslandi. Kalt mat. Ég hef sýnt fullt af fólki myndir af henni því að þetta er uppáhaldsfrænka mín og það segja allir, vá hvað hann falleg. Og svo er ég hérna, feitaból út á landi, að fara að segja henni hvernig á að vera fín. En hún baði þetta og hún fær þetta. Við sérst fórum í smá make-up leiðangur saman þegar ég var hjá henni. Ég gisti henni nótt hjá henni í Reykjavík og ég var að reyna að kenna henni að mála sig og hún var eins og 5 ára og það var eins og hún skildi ekki neitt. Þannig ég ætla að reyna að koma þessu niður fyrir hana. Þannig ég ætla að tala beint til hennar. Og allt sem ég noti í þessu vindbandi, það er flest frá mér, eitthvað er frá Lancome sem að ég fer yfir. Og þetta er bara ganni gert, þetta er mjög auðvelt förðun og mjög plain og ég lofa að gera eitthvað meira crazy mjög fljótlega. Já, og svo er ég í leiðinni sem sagt að gera innkaupalista fyrir hana því ég versla fyrir hana ekki. Þetta er algjörlega bara fyrir hana. Ég er rosalega ljótt af mér en sérst, hún sendi mér bara hæ mig vanda þetta og ég tek það saman og sendi henni. Það er, þú veist, ég bara því miður get ekki boðið upp á þá þjónustu. Það er mjög erfitt og en það er fyrir hana Sædísi mína. Og sem sagt, Sædís mín, þetta sendi ég þér. Við byrjum á þessu, þegar þú ert búin að fara í sturtu og setja þér rakakrem, þá setur þú þetta á hendina þér og þetta er augnskuggaprimer. Hann er litlaus og þú setur hann yfir allt augnlokið. Þetta er til þess að augnskugginn og eyelinerinn endist allan daginn og allt kvöldið og alla nóttina því þú ert nú algjört partydýr, þetta er alltaf hangandi á börunum langt fram undir morgun og svona. Grín. Svo tökum við palettuna sem að þú átt og það er þessi hérna og við ætlum að nota þennan hérna lit sem er svona sanseraður og þú áttir 3 pensla, augnskugapensla og þú gast vel nota þá. Ég ætla bara að taka svona, þú áttir einhvern flatan, þú tekur flatabustaðinn og þú setur þennan ljósa yfir allt augnlokið, bara augnlokið, bara upp að beininu hérna. Þetta getur verið nóg, en við ætlum aðeins að bæta í og þú áttir einhvern busta sem var pínu svona, lítill og blýantslegur í laginu og við ætlum bara að taka dökkbrúna litin hérna megin sem er nær svarta litnum og setja hann í bustan og við ætlum að gera smá vaff hérna. Sem sagt, vaffið snýr á hlið af því að endinn endar hér. Gerum bara smá svona, svo tekur við mjúka bustan sem það áttir og dreifir bara úr þessu brúna þannig að við sjáum engin skil. Þá er maður bara svona að fara aftur og aftur yfir litin og þetta var líka bara sett á augnlokið og allt saman undir beinið af því að svo þegar við dreifum úr litnum og þá fer hann aðeins upp á beinið. Og bara þetta er bara eins og þurrka af rúðum, Sædís mín. Nú rúðuþurrkur. Og við gerum eins hinum megin. Og með þess erum við búin að búa til svona smá skugga. Þetta getur líka verið nóg, þú þarft ekki að bæta henni við þetta. En ég myndi fara með þennan lit sem er nær hvíta litnum, hérna hliðin á gráa. Ég myndi taka svona feitan busta í það og ýta ofan í hann og hafa bara smá dumpa því svona af og renna því svona hérna yfir. Þá erum við bara að eyða út skilum. Og bara aðeins að búa til meiri svona mjúka skíkingu á því að liturinn er svo ljós. Þú notar svo alltaf blýanta sem ég er ekki vön, en fyrir þig
ætla ég að gera það. Og ég ætla bara að setja hann upp við augnhárin. Og svo ætla ég líka að setja þau undir, ég held að þú setur venn því. Og það sem ég ætla líka að gera er að taka svona busta sem ég skal senda þér og dreifa úr blýantinum. Svo hann sé ekki bara strik, svona. Svo tek ég þetta blautþurrku og þurrka það sem að hrynur niður. Svo setjum við þennan brúna bara inn í líka. Og þá setjum við bara á okkur maskara. Þú notar bara þinn. Nei, vá, þessi maskara er góður. Ég sérst að prófa í fyrsta skipti hérna Runway Lashes frá Milani. Þetta var fyrir hina Sædís. En ég get líka sendir þennan ef þú vantar maskara frá. Ok, ég sérst geri þetta alltaf fyrst. Klára augun. Svo setjum ég primer á andlitið. Þessi er uppseldur hjá mér, þannig að hún fær hann ekki alveg strax. Það er samt bara, þú veist, ef þú ert með gott rakakrem þá er það bara nóg. Ég týndi slummunni. Og þetta er primer undir farðan sem gefur betri endingu yfir daginn. Þetta er ekki sami primer og ég set augnlokin. Þetta er alveg sitt hvort. Við erum svo hérna með Lancome-kið sem þú átt. Og 2 pumpur, eða 3 eða eitthvað. Þú átt svona bursta, við notum hann. Mér finnst best að byrja svona mitt andlit. Dreifa svo bara. Og ég set make-ið ekki undir augun. Svo dreifur bara vel úr þessu og það er að góða við þessa bursta. Og þeir skilja ekki eftir burstafur. Svo tekur við hyljaraninn. Og það er bara smá doppa á handabakið. Sjáum bara hvað við þurfum ekki. Svo sendi ég þér svona flatan bursta. Svona flatur bursti. Og þú setur hann hérna upp við. Svona bara. En svo dregur hann alveg niður á kinnbeinið. Svona. Þetta er alveg svona, þetta er pínu þríhyrningur. Svo tekur bara þennan aftur og buffar honum inn í húðina. Ég þarf að finna eiginlega kannski minni bursta fyrir þig. En ég geri þetta oft sjálf. Og eins hérna. Semi-þríhyrningur. Og ef þið finnst línan eða maskarinn eða eitthvað ruglast í rýminu við þetta, þá bara ferðu yfir það. Og ég set alltaf smá hérna inn í að því að maður er svolítið blár. Svona, ég þarf ekki neitt að gera við brúnuna mína núna því að Svala Sæta er nýbúin að laga þær fyrir mig. Og þá eru þær perfect. Þú átt einhverja vöru, þú notar hann bara. Þú átt líka eitthvað púður, ég er með eitthvað púður hérna. Þá tekur við púðurburstan sem við keyptum saman. Og þá bara létt svona dumpar yfir allt saman. Þetta er svo hérna mattist og við glönsum ekki og svona fínt að hafa þetta með sér í veskinu. Svo kemur. Ég ætla að senda þér svona og brúna litinn tekur í svona bursta. Ég held reyndar að minn sé uppseldur, þannig að þú getur ekki fengið hann strax, en þá tekur þú bara kynleitaburstaðinn, brúni, sláum aðeins úr honum og þetta setjum við undir kinnbeinin. Aðeins þess að skyggja þau.
Svo alltaf aðeins svona dusta maður þessu svona upp við hárið og hérna niður á kjálkan og svona. Svo sé ekki eins og maður sé með eitthvað eitt strik. Eins bara. Og það má taka sér góðan tími í þetta, þá bara vinnur maður litina betur og verða síður einhver strik. Sendið þér örugglega eitt svona stóran blöndunarbursta því að þú tekur sem sagt ljósa litinn sem er highlight og setur það bara hérna ofan á kinnbeinið á móti þessum brúna og bara létt. Bara hérna, nema hvað, að þú bætir þessum hér líka. Rosalega létt. Og eins hér. Og hér. Svo áttu fínan kinnalit og ég ætla að nota bara, hann er bleikur bara og þinn er bleikur. Og þú átt kinnalitabbursta þannig ég þarf ekki að senda þér hann. Og þá gerum við bara svona og svona brosum aðeins. Og setur á eplin og dregur upp, finnst mér best. Og svo ef mér finnst það of mikið að þá fer ég bara yfir með púðurburstanum. Og svo held ég að ég sendi svona líka fyrir sumarið. Þetta er svona sólapúður, það er smá svona gljá í þessu. Og ég ætla bara að dusta bleika litin úr, taka þennan og við setjum hann bara aðeins hérna með þessu öllu. Við viljum ekki rosa mikið af þessu. Þetta er svona smá auka glans fyrir sumarið. Svo er ég hérna alveg 3 glossar nýr og 4 meira sem ég held ég þurfa að senda þér alla því þú fílar svo glossa. Og ég held ég taki þennan, hann heitir Nude Tuts og hann er svona ekta þú eitthvað, svona pínu glimmer, shine eitthvað. Það er þú ert glossasjúk. Tilbúin, var þetta ekki auðvelt? Ég held það. Svo ef þú ert svona allan daginn í vinnunni, langar svo kannski að vera aðeins fínni kvöldið, þá gætir í rauninni tekið þennan brúna hérna, sett hann bara yfir allt augnlokið, bara létt. Svona bara. Þetta eitt og sér er allt í lagi og bara aðeins meira kannski. Tekið svo svarta í pensilburstaðinn. Gert aðeins dekkra vaffið. Og kannski hérna undir. Og tekið mjúka burstaðinn. Og dreift svona. Þá ertu að koma aðeins meiri skikkingu. En það ekki? Og kannski fengið þér annan gloss eða eitthvað. Ég held að þú ráði við þetta. Ég er full að trúa þér og það er alveg merkilegt að þó að ég sé ekki búin að vera að farða lengur en þetta, 8 ára eða eitthvað, hvað það er. Og þú ert aðeins eldri en ég, að þú ert búin að vera falleg og vel til höfð og algjörlega óaðfinnanleg í öll þessi ár, þangað til núna allt í einu og ég er að kenna þér eitthvað. Þú ert rugluð. Þú ert flottust. Hæ Axel, Aron og Heimir ef þið eru allir að horfa. Segið mömmu ykkar alltaf hvað hún er æðisleg. Og Heimir, gefið henni smá svona auka á mótnana og aftur á kvöldin.
allir hinir, kannski var þetta bara eitthvað fyrir ykkur öll. En bara takk fyrir að horfa, ef þið nefnt að horfa. Bye!